Ég set 197. fund bæjarstjórnar sveitarfélagsins Voga sem haldinn er á bæjarskrifstofu 5. 7. október 2022. Til fundarins eru mættir allir aðalmenn í bæjarstjórn að frátalinni bæjarfulltrúa Evu Björk Jónsdóttur sem er fjarverandi en í hennar stað situr fundinn varabæjarfulltrúinn Ingþór Guðmundsson. Fundinn situr einnig bæjarstjóri Gunnar Axel Axelsson sem jafnframt rita fundargerð. Í upphafi fundarins ætla ég að leita afbrigða að setja á dagskrá fundargerð 359 fund bæjarráðs frá 5.10.2022. Er það samþykkt? Það er samþykkt samhljóða. Birgir, þú biður orðið. Forseti, ég langar að koma hér upp bara í upphafi til þess að lýsa yfir vanhæfi í nokkrum málum í fundargerðum. Það er fyrst að nefna 5.15, 6.3, 7.6 og 8.9. Takk fyrir. Takk fyrir það. Andri hefur beðið orðið líka. Já, takk fyrir. Ég ætla sem sagt að lýsa vanhæfi mínu líka í máli 5.15. Sem sagt, tek ekki afstöðu í því. Já, það á þá þessa bæjarráðsfundargerð 359. En fyrsta mál á dagskrá er aðalskipulagsbreyting við Kirkjuholt. Ég gef orði laust þessa breytingu. Einhver sem vill kveða sér hljóðs? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp til samþykktar. Eins og að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá er líka aðalskipulagsbreyting á Grænuborg. Ég gef orðið laust þessa breytingu. Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir öðrum lið, Grænaborg breytingu að aðalskipulagi. Þetta er kannski óvenjulegu liður að því leytinu til að hann hefur ekki fengið umfjöllun í skipulagsnefnd en er svona lítilsháttar viðbót við skipulagsbreytingar sem nú þegar hafa farið fram. Byggir á erindi sem að liggur fyrir fundinum frá skipulagsfulltrúa og í því felst að skipulagsstofnun gerði athugasemd við ósamræmi milli gildandi aðalskipulags og deiliskipulags þar sem að láðist að geta til hreinsistöð í gildandi aðalskipulagi en hennar var hins vegar getið í auglýstri deiliskipulagstillögu sem að máli snýr að og endurskoðun aðalskipulags sem ekki hefur hlotið staðfestingu. Þannig að skipulagsfulltrúi leggur til við bæjarstjórn að bæjarstjórn samþykki lagfærðan uppdrátt sem fer síðan aftur í auglýsingu þannig að sé hægt að halda áfram með þetta mál. Takk fyrir það, Gunnar. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ber ég þessa breytingu upp til samþykktar. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er umsókn framkvæmdaleyfi Suðurnesjalínu 2. Það hafa smá formála hér það. Fundur bæjarstjórnar með fulltrúum Landsnets var haldinn 16. september 2022. Meðfylgjandi útsendri dagskrá eru fylgigögn sem fulltrúar Landsnets kynnt á þeim fundi. Jafnframt fylgja útsendri dagskrá eftirfarandi ný fylgigögn frá Landsneti. Minnisblað Landsnets mekanískt þol jarðstrengja dagsett 3.10.2022, móttekið 3.10.2022. Minnisblað Suðurnesjalínu 2, mat á náttúruvá, rýni á skýrslu Jarðvísindastofnunar, tekið saman á verkfræðistofun Eflu fyrir Landsnet, dagsett 17.1.2020, móttekið 22.9.2022. Hafnarfjörður Suðurnes, Suðurnesjalína 2, glærukynning Landsnets að fundi með fulltrúum bæjarstjórnar sveitarfélagsins Voga, dagsett 16.9.2022, móttekið 21.9.2022. Drög að skýrslu jarðvá á Reykjanesi og greining á viðbúnaði veitufyrirtækja vegna orkuinnviða, dagsett í mars 2021, móttekið 21.9.2022. Ég ætla að gefa orðið laust þetta leyfi.
Er einhver sem vil kveða sér hljóðs? Ef svo er ekki þá ber ég þetta Gunnar. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég langar nú kannski bara aðeins að fara yfir þennan fund sem að bæjarstjórn átti með fulltrúi Landsnets og svona rifja það upp að sá fundur var haldinn að beiðni Landsnets og málinu hér frestað á síðasta bæjarstjórnarfundi að beiðni fyrirtækisins. Þetta var ágætu fundur sem að bæjarstjórn átti á samt bæjarstjóra og fulltrúi fyrirtækisins og eins og forseti kom inn á og þá voru lögð fram ýmis nýjar upplýsingar sem eðlilegt að sveitarfélagi fari ígrundað yfir og taki tillit til við afgreiðslu málsins. Það var í mínum huga að ljósta á þessum fundi að áherslu fyrirtækisins hefði að einhverju leyti breyst, þar sé afstaða til málsins og þá sérstaklega með tilliti til þeirra jarðhræringa sem að hafa átt sér stað á Reykjanesi. Mikil áhersla lögð á í rauninni þann þátt málsins sem snýr að jarðskjálftum og mögulegum áhrifum jarðskjálfta á útfærslu verkefnisins og eins og forseti kom inn á þá hefur sveitarfélaginu borist töluvert af gögnum og nú síðast fyrir 3 dögum síðan kom í rauninni svona kannski þau gögn sem að vega þyngst og mikilvægast að fara í gegnum. Þannig að ég held að það sé fullkomlega eðlilegt að sveitarfélagi standi í rauninni bara undir sínu hlutverki í þessu máli, vandi til verka og yfirfari þetta mjög vel með tilliti til þeirra upplýsingar sem eru framkomnar. Þannig að já, takk fyrir. Takk fyrir þetta Gunnar. Er ykkur fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki þá er ég með tillögu það að bæjarstjórn vísi málin aftur til skipulagsnefndar með beiðnum að nefndin yfirfæri tillögu sína að afgreiðslu með hliðsjón af þeim upplýsingum sem lagðar hafi verið fram. Er samþykki fyrir þessu? Það er samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá er bæjarráð sveitarfélags Voga númer 358. Ég gef orði laust þessa fundargerð. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki þá ber ég hann upp til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það fundargerð bæjarráð 5. mál, fundargerð bæjarráðs sveitarfélags Voga númer 359. Ég gef orði laust þessa fundargerð. Einhver sem vil kveða sér hljóðs? Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Langar kannski aðeins að minnast á þann ágæta fund af því hún nú nýtilkomin inn þessi fundagerð frá því í gær með hér landeldist fyrirtækinu Geo Salmo, mjög athyglisverður fundur og kannski svolítið setur okkur kannski í gírinn fyrir það að svolítið að hugsa til framtíðar varandi stærri verkefni. Eflaust geta fleiri svona verkefni og hugmyndi komið fram. Þannig að það er mjög mikilvægt að fara mjög vel yfir skipulagi hjá okkur og staðsetningar og annað ef við hyggjumst fara á þessa braut en verða allavega að segja það að svona mínu upplifun að þessu fundi er verandi ekki sérfræðingur á þessu sviði að það er svona ansi spennandi og fagleg vinnubröð sem virðist vera viðhöfð í dag í þessum gera. Þannig að ég myndi svona bara hlakka til að kannski að taka þetta mál áfram. Svo er hérna varandi 5.13 ungmennaráð. Ég bara fagna þessu bréfi frá UNICEF og við vísum þessu máli til hérna frístund- og menningarnefndar. Þannig að það er bara afar brýnt að við komum virkri þáttöku ungmenna aftur á stað og hérna hlakka til að sjá það aftur verða veruleika. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Birgir. Já, mér langar líka aðeins svona undir einmitt máli 5.1 að þessu fundi sem við héldum hérna í gær með þeim Geo Salmómönnum. Þá er kannski alveg rétt að minnast á það að þeir sendu nú fyrst inn erindi til sveitarfélags hérna síðastliðinn vetur og skipulagsnefnd er búin að hafa til umfjöllunar þetta mál síðan
og til að mynda farið svona í vettvangsferð að skoða hugsanlega staðsetningar sem að væri hægt að koma fyrir svona eldi. Og kannski svona sem svolítið merkilegt kannski í þessum málum sem að eftir fundin í gær þá lögðu þeir eiginlega fram beiðni það að fá vilyrði fyrir lóð svo þeir geti farið að halda áfram með þetta mál og farið til dæmis farið í undirbúning tilraunabórana og annað sem þarf að skoða áður en að farið í umhverfismati. Þetta er komin á þann stað að þeir eru bara búnir að biðja vilyrði. Og að mínu mati er þetta mjög spennandi verkefni og núna er bara koma sá tími að við þurfum að fara að taka einhverjar ákvarðanir í þessu máli. En eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kveð með til hljóðs undir þessari fundargerð 359. fundar bæjarráðs sem var haldinn í gær og tekin inn með afbrigðum. Á fundinum var meðal annars fjallað 8 mánaða uppgjör sveitarfélagsins sem er svona grunnurinn að fjárhagsáætlanagerð næsta árs og það var farið ágætlega í gegnum það í minnisblaði bæjarstjóra í gær og umfjöllun á bæjarráðsfundi en þar sátu þetta ekki allir bæjarfulltrúar. Þannig ég ætla svona kannski aðeins að fara yfir stöðuna miðað við þessa fyrstu 8 mánuði ársins. Stóra myndin er svo að reksturinn er svona í grófum dráttum á áætlun. En það er kannski fyrst og fremst ytri aðstæður og óreglulegi liðir sem að ekki hafa verið í takti við það sem áætla var og þar vegur þyngst auðvitað verðbólga sem að var áætlu töluvert minni í áætlun. Reksturinn á fyrstu 8 mánuðunum hann er talsvert neikvæðari þessi rekstra niðurstaðan, talsvert neikvæðari heldur en að áætlanir gerir ráð fyrir. En á móti kemur að þá er veltuféð jákvætt og það ræðist fyrst og fremst af því að gatnagerðargjöld, innheimt gatnagerðargjöld eru umfram það sem hefur verið varið í gatnagerð á tímabilinu. Og það er ekkit óeðlilegt, það yfirleitt helst ekki alveg í hendur svona innan stuttra tímabila. En staðan er í rauninni svona heilt yfir lakari heldur en var gert ráð fyrir. Og það er mikilvægt að það sé tekið tillit til þess núna í fjárhagsáætlanagerðinni. Þó það sé þetta mjög jákvætt að reksturinn, þó jafnvel að það byggja á óreglulegum liðum sé farin að skila ykkur inn í fjármálamyndun til framtíðar. Það var jafnframt fjallað markmið til næstu 4 ára á fundinum sem eru á sama grunni og var rætt fyrir ári síðan og ég held að það sé mjög mikilvægt að það línur þeim verði fyllt áfram að það séu skýr markmið við fjárhagsáætlanagerðina. Við sjáum það bara í rekstrinum á þessu ári að það hefur skilað árangri svona í grunnrekstrinum þá eru áætlanir að standast þannig að ég held að það skiptir mjög miklu máli að þessi leiðarljós liggi fyrir og séu öllum skýr bæði stjórnendum og öðru starffólki. Já, það var reyndar líka lág fyrir fundinum umfjöllunum lántöku og samþykkti bæjarráð að ganga til samninga við lagsbjóðanda í útboði fráveituframkvæmdir og gerir ráð fyrir að á næsta bæjarstjórnarfundi að þá munum við ganga frá þeim þætti málsins hvað varðar lánsfjármögnun hjá Lánasjóði sveitarfélaga fyrir þeim framkvæmdum eins og áætlanir gerir ráð fyrir. Takk fyrir þetta, Gunnar. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Ef svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar og hún er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá er skipulagsnefnd sveitarfélagsins Voga númer 42. Ég gef orði laust þessa fundargerð. Einhverju sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar og hún er samþykkt samhljóða. 7. mál er umhverfisnefnd sveitarfélagsins Voga númer 15. Ég gef orði laust þessa fundargerð. Enginn sem kveður sér hljóðs hana, þá ber ég hann upp til samþykktar og hún er samþykkt samhljóða.
8. mál á dagskrá er frístund- og menningarnefnd Sveitarfélagsins Voga númer 101, fundargerð hennar. Ég gef orðalaust þessa fundargerð líka. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. Ég ber hann upp til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. 9. mál er fundargerð fræðslunefndar Sveitarfélagsins Voga númer 99. Er einhver sem vil taka til máls undir þeirri fundargerð? Svo er ekki. Ég ber hann upp til samþykktar og hún er samþykkt samhljóða. Fleiri mál eru ekki á dagskrá þessara funda, svo ég segi þessum fundi bara slitið við hamarshögg.